Þetta dásamlegt. Og enn eitt svona COVID-samkoman. Fáir í salnum. Það í góðu lagi þannig séð, vegna þess að þið sem heima eruð eða hversin þið eru að hlusta, þið opnið þá bara fyrir tölvuna og hlustið. Megi hans velvild vera með þér, sungum við áðan. Mér langar aðeins að tala velvildin í dag, ef það er í lagi. Er það í lagi? Sko, vildi þenni til, ég fekk nefnilega spurningu. Ein vika, 2 síðan. Og spurningin með þessi, hún er bara utan bæjar, fólki sem var að hlusta, barst mér. Þið tala mikið náðina. Hvað er þessi náð? Hvað er það? Mér langar aðeins að ræða það og reyna að útskýra það á einfaldan, einskiljanlega máta eins og ég mögulega get. Já, nákvæmlega kann ég vel með. Sko, það er þetta að nálgast þetta frá mörgum sjónarhornum. En Sigurbjörg bað áðan og sagði eitthvað þessu leið að mætti orðið í dag framganga frá hásætti náðarinnar. Og hún vissi ekki að ég ætla að fara að tala þetta, en þetta var mjög viðeigandi. Sem sagt, það er eitthvað hásætti náðar. Það er eitthvað hásætti til eitthvað staðar bara og þaðan flæðir náð og menn spyrja byrju hvað hásætti er þetta, hver situr á því og hvaða náð er þetta. Og mér langar aðeins að reyna, ef ég mögulega get, að útskýra örlítið með það sem við erum að ræða alltaf hér um. Og yfirskriftina hins vegar, yfirskriftin hjá mér er ekki náðin eða hásætti náðarinnar heldur leiðin til þess að ríkja í lífinu. Það er yfirskriftin. Leið til að ríkja í lífinu. Áður að koma að því, þá ætla ég að rifja upp örstutta sögu. Ég ætla að reyna að gera það ennþá styttra heldur en Jesús gerði það. Hann sagði sögu það sem við köllum týndasoninn. Og ég ætla að segja ykkur þessa sögu, bara örstutt og rifja hann upp með okkur, mörg okkar kunnana, og til að sýna muninn á náð og miskunn. Því það er munur á náð og miskunn. Þessi maður var auðugur, átti 2 syni og hann var vellauðugur. Hann átti stór lönd, mikla hjarðir, mikið vinnuhjú sem hann starfaði fyrir hann og starfsfólk og annað slíkt, en hann átti 2 sonum. Annar þeirra fer í burtu, yngri sonurinn kemur til pappa síns og biður arfinn, þið munið þetta, biður bara arfinn fyrirfram, sem var hann þá einu argasti dónaskapur, ekki síst í því þjóðfélagi sem þetta gerir sem hann er að segja söguna frá. Og þetta var nánast óskuðum pabbi, ég held ég voru dáinn, svo ég geti fengið það sem mér ber. En hann orðaði ekki þannig, heldur bað það. Síðan fer hann í burtu og sólundar öllum arfinum. Hann eyðir hver einustu krónu sem hann fekk, hann eyðir öllu sem hann átti og endar í ræsinu. Ekki, við myndum segja í dag hann endaði í ræsinu, hann endaði í svínastíunni. Og þá vaknar spurningina með honum, ef ég kem nú tilbaka til pappa, og þið ekki sjáu strax myndina sem verða að draga upp, faðirinn er Guð, synirnir eru við mannfólkið, og sumir fara frá Guði og vilja ekki hafa með hann gera, eða kynnast honum ekki, þekkja hann ekki, vilja ekki þekkja hann og hverfa á braut, og sum af þeim sem það gera, lenda sér í vandræðum í lífinu. Þessi sonur lendi miklum vandræðum í lífinu. Það er ekki allir sem gera það jafn mikið eins og hann, en hann sannarlega lendi í vandræðum. Svo hann hugsa með sér, ef ég kem aftur tilbaka til pappa, ekki sem sonur hans, heldur bara sem vinnumaðurinn hans. Ef ég kem og vinn eins og hinir vinnumennirnir á búgarðinum, þá fæ ég rúm til að sofa í, þak yfir höfuðið og mat til að borða. Þá fæ ég ekki allt sem pabbi er með, en ég fæ nóg, svona
til að láta mig líða betur en mér líður núna allavega. En til þess ég að koma og biðja hann fá að vera vinnumaður hans. Þetta sem sagt sagan í samantekin í hnotskurn. Hún bæði fallegur og dýpri en þetta, en þetta innihaldið. Svo kemur hann. Og við þekkjum að pabbinn bíður eftir honum og tekur á móti honum. Hann tekur á móti honum og þar sýnir hann miskunn. Af því að sonurinn faktist hefði alveg átt að skilið að fá ekkert að koma tilbaka. Hann var búinn að vinna fyrir því að fá ekki neina fyrirgefningu eða neina miskunn og bara vertu bara þú valdir, vertu kyrr. En þar sem að hann leyfir honum að koma inn, þá hann að sýna honum miskunn. Með öðrum orðum, miskunn eitthvað sem þú átt skilið að fá en færð ekki. Þú gerir eitthvað af þér, gerir eitthvað rangt, þú brýtur, þú sólundar, og faktist afleiðingin þessi. En, býtum við, á ég ekki að borga skuld mína? Ok, það ekki að borga skuld mína. Það miskunn. Pabbinn gerir meira en það. Hann sýnir honum miskunn, síðan tekur hann og segir, komdu, allt þetta þitt. Þá hann að gefa honum eitthvað sem hann á alls ekki skilið. Hann átti skilið að fá ekki að koma en fekk miskunn. Hann átti ekki skilið þetta en hann færi það. Það náð. Að veita, náð þetta að vera, við stundum útskýr þannig að hann sé óverðskuldur velvilji Guðs. Þar segja við höfum ekki skilið hennar velvilja en hann alltaf að sýna okkur hann. Við höfum ekki skilið hvað hann góður við okkur en hann alltaf svo góður við okkur. Við höfum ekki búin að vinna fyrir því en hann samt góður. Óverðskuldaði vilji. Og hvernig snýr þetta þá að Guði? Og það það sem við ætlum að skoða núna. Ef við þráum að ríkja í lífinu, og hver þráir ekki að ríkja í lífinu, þá ég ekki að tala að vera forsætisráðherra eða konungur eða drottning, heldur bara að ríkja yfir eigin kringumstæðum. Ríkja yfir tilfinningu sínum. Hafa stjórn á sjálfum sér. Vinna sigur á vonbrigðum, særindum, ofbeldi, öllu þessu vonda sem orðið á vegi okkar. Misskilningi, úthúðun, hvað nú sem þú eða ég höfum verið að berjast við. Þessi hlutir sem svo auðveldlega taka líf okkar og brjóta það niður. Ok? Við þráum þetta öll. Við þráum að vera heilsteyptir einstaklingar. Sigurbjörg minntist á það áðan með konuna sem var skilgreind sem kona með blóðlátið. Í kristinni kirkju, þú þarft ekki að segja kona með blóðlátið. Já, það veit allir hver hún Hún með blóðlátið 12 ár. Hún þekkt fyrir það meðal fólks í heiminum í dag. Kristur ávarpaði hana og sagði dóttir og breytti þess vegna hver hún var í hennar eigin augum og líka augum þeir sem hlustuðu og heyrðu. Þetta ekki sjúkakonan, þetta dóttir Guðs. Við viljum öll ríkja og lifa í myndugleika, rísa yfir sársaukana og vonbrigðin. Og nú get ég bara sagt það, þú ert kölluð og þú ert kallaður, skapaður og sköpuð til að lifa fyrir ofan þína kringumstæður. Þú ert það. Við náum því ekkert alltaf, en það það sem við erum sköpuð til og, nú ætlum ég að segja hana, það það sem þú getur. Og þú segir kannski, þú segir nokkuð, já, þú náttúrulega, þú veist, fættist með silfurskeið í munnunum. Nei, man ekki eftir því reyndar. Ég hef ekki fæðst með eitthvað silfurskeið í munnunum. Já, þú ert allavega ekki búin að ganga í gegnum sem ég er búin að ganga í gegnum. Ég veit það ekki. Ég alveg búin að ganga í gegnum það. Málið það breytir engu. Hvaðan þú kemur, hver þú ert og hvert þú ert að fara. Þetta stendur okkur öllum til boða.
Og það felst í þessari náð, þessum velvilja Guðs. Í Rómverjabréfinu segir svona, í 5. kafla, 17. vers. Það segir svona. Ef misgjörðins eina manns hafði í för með sér að dauðinn tók sér völd með þeim eina manni, ég ætla ekki að útskýra þennan fyrirpart, en svo kemur seinni parturinn sem ég ætla að fjalla um. Því fremur munu þá þeir, allir menn og konur, þeir sem að þiggja gnótt náðarinnar og gjafir réttlætisins, þeir munu lifa og ríkja vegna hins eina Jesú Krist. Ég ætla ekki að tala um réttlæti núna, en gjafir og gnótt náðarinnar. Þeir sem þiggja gnótt náðarinnar, þeir munu ríkja í lífinu. Hugsa ykkur það. Það er bara allt of algengt að fólk telji sig þurfa til að fá blessun Guðs, að þá verði það að sína ákveðna frammistöðu. Svona frammistöðu kristindómur. Lífið allt hann meira og minna að við erum með, ef stöndum okkur vel í þessu, þá fáum við þetta, stöndum okkur illa, já, þá fáum við líka eitthvað, en það er bara eitthvað annað sem við viljum helst ekki, og svo framvegis. Þetta er svona frammistaða í lífinu og allt svona að gefa okkur einkum fyrir það, og þannig margir sem áætla að þannig þurfu þeir að nálgast Guð með frammistöðu kristindóm. Það misskilningur. Það segir í versinu, ekki, þeir sem vinna vel og standa sig vel, þeir munu ríkja í lífinu. Heldur þeir sem þiggja. Og þetta er öfugsnúið við nánast allt í lífinu. Þess vegna sagði Páll postuli, þegar hann var að predika, hann sagði þetta heimska fyrir svo marga. Hann var hættur fyrir þetta fagnaðarerindi. Þetta fáránlegt. Hvers konar fagnaðarerindi? Hver heldur að hugsi svona? Guð. Já, en ekki nokkuð maður. Nei. En Guð gerir það. Og þetta rétt eins og týndi sonurinn. Hvað sagði hann? Ef ég bara kem og vinn fyrir hann, þá fæ ég. Ef ég kem bara sem verkamaður, þá fæ ég að vera. Og þetta afstaðan sem að margir hafa til Guðs. Ef ég kem bara til Guðs og gerir þetta, þá fá ég svona blessunar daggir sem koma yfir mig. Fæ ég ekki að lifa í öllum hans blessunum eins og sonurinn, en fæ ég lifa svona í pínlitlum blessunum. Ég fæ svona móla. Staðreyndin svo, og það kemur alveg skýrt fram í Biblíunni, í Nýja testamentinu, hlustaðu vel á, að það aldrei neitt sem þú getur gert til að ná þessum stað með Guði, hann blessi þig. Ertu með? Lestu ritningarnar, þú munt aldrei vera nógu góður, þú munt aldrei vera það fullkomin, þó þú sért alveg rosalega fullkomin, ég átta mig á því, þá muntu aldrei vera nægilega fullkomin til þess að Guð segir, heyrðu, vá, hvað ég hrifin af þér maður, þú sko aldeilis að standa þig, nú bara ætla ég að dæla blessunum yfir þitt líf og þína fjölskyldu, því að það enginn á jarðríki eins og þú. Aldrei. Þetta mun aldrei gerast. Af hverju? Vegna þess að Guð skapar heimins og jarðar. Hans dýrð, hans heilaleiki, hans hreinleiki, hans kærleikur svo miklu aðri að við getum aldrei náð þessu á eigin verðmæti. Svo það þó ekki vonlaust? Nei. Það náðin. Þar kemur náðin. Guð gerir þetta eins og pappinn hjá týndasinnum gaf honum ekki bara leyfi til að koma að vinna sem vinnumaður, heldur til að vera aftur sonur hans og taka þátt í öllu sem var á búgarðinum og öllu hans lífi. Þá Guð alltaf að gefa okkur í kærleika. Munu eftir, ég segi stundu söguna Denni dæmalösa, ég ætla að segja einu sem annan því hún svo góð. Denni dæmalösi, þeir sem þekki hann, Denni sem mennis á ensku, hann var algjör prakkarinn, hann var svona grallari og hann var alltaf svo misefnaður í öllu sem var að gera. Hann var lítið polli, en hann var alltaf eitthvað skandalisera.
svona ekta strákur, alveg bara, sellega fengi ADHD eitthvað og bara hann var ómögulegur. Og herra og frú Wilson í næsta húsi, þau lentu mest í honum. Gömlu hjónin, þau voru fullorðin hjón og hann var alltaf eitthvað ónáð á þau. Og stundum voru þau rifið hár sitt og tætti yfir hvernig hann var. Og svo sat hann einu sinni í rennusteininu fyrir utan húsin hjá sér og vinur hans með honum og þau voru að éta súkkulaðibitakökur sem frú Wilson hafði gefið þeim, nýbakaðar. Og með fulla munnin af súkkulaðibitakökum og súkkulaði út mölta munn, segir Denny. Og svo það að Wilson gaf okkur ekki súkkulaðiköku af því við vorum svo góðir. Frú Wilson gaf okkur súkkulaðikökur af því hún svo góð. Ég þarf mér eiginlega ekkert að segja meira. Þetta náðin. Þetta náð. Þetta náðin. Þetta óverðskuldað velvilji Guðs. Í Gamla testamentinu, Gamla sáttmálanum hér í Biblíunni, Biblíu Hebrea, þar var gefið lögmál í þeim sáttmála og lögmálinu fylgdi loforð. Ef þú heldur þessi lög, þessar reglur, þá mun ég blessa þig. Skilyrðin fyrir því að þú fengi blessunina frá Guði var að þú hlýddir lögmálinu og héldir það. Í Nýja testamentinu, okkar Biblíu, hlustið nú á. Þar þessu ekki þannig háttað. Þar staðan öðruvísi. Þar staðan svo að Jesús hlýddi Guði í einu og öllu. Hann uppfyllti allt lögmálið. Hann braut ekki einn einasta bókstaf í því, lifði hreinu og tæru lífi þrátt fyrir alla freistingar mannlegar sem koma á hans vega eins og okkar. Hann brást ekki eitt augnablik og vegna þess að hann lifði þannig, þá get ég trúað á hann og fengi blessunina í gegnum hann. Það náð. Ég vann það ekki, hann vann það. Og ekki bara það, hlustið á þetta. Í Jóhannes 1:16-17. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, hér kemur Móse og Guð gaf lögmálið með honum. En náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Með öðrum orðum, Jesús Kristur persónugerving sannleikans. Við segjum það, Jesús sannleikurinn, vegurinn sannleikurinn lífið. En hann líka persónugerving náðarinnar. Það var hann sem kom frá hásætti náðarinnar. Niður á jörðina. Hann faktisk náðin. Þú aðskilur ekki Krist og náðina. Hann uppfylling náðar Guðs. Og þetta fagnarindum hann. Hann kom til að veita þér og mér allt það sem við ekki getum eignast í Guði. Við getum aldrei nálgast hann, aldrei komið þangað, en af því að hann gerði það og þaðan frá hásætti náðarinnar, þá getum við, eins og konan með blóðlátið muniði sem var dóttir hans, hún snart klæðafald hans, við fáum að teika með. Við fáum að vera með, vegna þess að hann kláraði pakkan. Það náð. Því meiri náð, því meiri sigur í lífinu. Ef að syndin allt það sem eyðileggur okkur, ef að syndin brýtur okkur niður, ef syndin það sem heldur okkur í röngu hugafari, ef syndin okkar ömyndin, sársaukin sem því fylgir, ef syndin allt sem að smátt og smátt sljófgar, deyfir, drepur þitt líf, ef ekki algjörlega líkamlega, sem það gera reyndir í sumum tilfellum, heldur kannski á einhverjum sviðum lífsins, ef það það sem að eyðileggja lífið, þá spurningin hvernig brýtur það ok af þér. Náð Guðs, þú getur ekki gert það nefnilega sjálfur eða sjálf. Það náð Guðs sem að brýtur af þér. Og hlustið á þetta. Þetta Rómarbréfinu líka. Synd skal ekki ríkja yfir ykkur. Það sem þið eruð ekki undir lögmáli heldur undir náðinni.
Og þetta, ég ætla að ljúka með þessu, náðin er nefnilega ekki bara óverðskuldaður velvilji. Náðin er kraftur. Náðin er lífskraftur. Náðin er krafturinn sem heldur þér lifandi. Og náðin brýtur af þér okið. Náðin brýtur af þér böndin og fjötran og allt sem að þú ert að ströggla með. Það er náð Guðs. Þegar þú ekki getur, þá gerir hann. Því þú ert ekki undir lögmáli sem þýðir hvað? Þú ert ekki háður því að þurfa að vera að gera þetta til að þóknast Guði svo hann vilji gera eitthvað fyrir þig. Þú ert bara eins og Denni dæmalösi. Wilson gaf honum kökur þó að hann hefði ekkert verið rosalega góður. Þannig er Guð. Hann gefur okkur það af náðsinni þó við ekki eigum þetta skilið. Og við höfum ekkert gert til að áminna okkur það. En þetta er lífskrafturinn sem heldur þér lifandi. Þetta er fagnaðarerindið. Náðin sem gefin var í Kristi, Kristur sjálfur, og hlusti nú vel á, er eina aflið. Ég þóra að fullyrða það. Eina aflið á jarðríki sem getur sett andaðinn, sál og líkama frjálsan og leisti og gjörti heila manneskju. Ekkert annað sem hún leitar í nærði. Ég er ekki að segja að það muni allt engum árangur skila neinstæðar sem þú ert að gera. Að sjálfsögðu gerir það stundum. En það leysir þig ekki sem manneskju á heilstæftan eða holistic hátt. Andinn þinn, sál og líkami þarf á Guðs náð að halda sem er kraftur hins lifandi Guðs gefinn inn í þitt líf til að leysa þig. Þetta er leiðin til að ríkja í lífinu. Og ég skil ekkert í því að hverja allir sjá þetta ekki. Bara, guys, hvað er að? Sjáu þetta ekki? En það er hula. En ef þú vilt lausn, ef þú vilt frelsi, þá sækjur í náð Guðs sem er Kristur sjálfur og finnur lífið og finnur lausnina sem gefur þig sigur. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir að við megum biðja saman, við megum skoða og hugleiða orðið þitt. Og núna bara í stuttu máli, Drottinn, reyndum við að sjá hvað þú kennir okkur um náðina. Þennan lífskraft sem þú ert, Drottinn, í lífi okkar. Og gjafmildi og kærleika. Þú ert bara góður Guð. Eingöngu ertu góður. Og þú gefur okkur allar þessar góðu gjafir, ekki vegna þess að við erum svo góð, heldur að því þú ert svo góður. Ég bið fyrir hverjum sem er að hlusta, Drottinn minn, í Jesú nafni, að þú opinberaðu orð þitt, opinberaðu náð þína, Drottinn. Í Jesú nafni. Og ef þú ert að hlusta og veist ekkert hvað ég er að tala um, eða langar kannski til að vita, langar til að upplifa, langar til að smakka, langar til að pröfa, langar til að snerta þessa náð, þá langar mig að biðja með mig núna, þú sem ert heima eða hvar sem ert að hlusta, þið sem er í salnum eða við á, biðið með mér. Himneski Faðir, ég þakka þér að ég má koma til þín núna. Alveg eins og týndisonurinn kom til föður síns. Hann átti ekki neitt skilið. En pabbi hans opnaði allar dyr. Ég kem núna til þín. Ég á ekki skilið að þú gerir neitt fyrir mig. Samt hefur gert allt fyrir mig. Og ég vil trúa því. Ég vil meðtaka það. Og legg þess vegna líf mitt fram fyrir þig. Og bið þig að umvefja mig örmum þínum. Og leið mér að finna
að ég er dóttir þín, að ég er sonur þinn. Þakka fyrir gæskuríka náð þína og fyrirgefningu þína. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Takk innilega fyrir dásamlega samkomu. Það er gott að lofa Drottin saman, gott að vera aðeins smástund í orðinu og leyfa það að blessa hjarta sitt. Við sjáum síðar. Guð geymi ykkur.